Þá ætlum ég bara að bjóða þig, Lilja Dögg Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms, velkomin í þáttinn Temjum tæknina. Takk fyrir. Gaman að hitta þig og takk fyrir að taka tíma í að spjalla og við bara byrjum þetta svona, þetta nú bara svona hefðbundið flæði sko, þannig að þú komst með spurningu til mín rétt á svona, ég sagði, nú byrjum við. Þannig að þú spurði hvað ég var að gera í Háskólanum á Akureyri. Já, ég var forvitin, ég var ekki búin að rannsaka nógu vel. Nei. Bara nákvæmlega í hverju þú ert, svona, ég veit að í grófum dráttum. Já, í mjög grófum dráttum þá var ég ráðinn inn í 2 ára verkefni sem að snýst það að bara styðja við starfsemi háskólans í að takast á við þær áskoranir sem að þessi blessaða tækni kallar okkur til að takast á við. Og það er náttúrulega bara í innra starfi eða ytra starfi eða hvort tveggja? Hvort tveggja, þetta bara svona þvert á sviðin og kannski náttúrulega svona skýrustu og svona mest aðkallandi áskoranirnar felast í námi og námsframboði til nemenda vegna þess að nemendur eru náttúrulega langflestir að nýta sér tæknina á fullu sko. En kerfin kannski ekki alveg fljót að bregðast við því en við erum svona kannski styrkleikarnir okkar það verið lítil stofnun og þannig að við getum aðlagast nokkuð hratt og þannig ég svona flakkar svolítið á milli deilda og sviða og erum með námskeið og kynningar og svo erum við komin með þarna svona heildræna gervigreindar stefnu yfir skólann. Varðandi þá hvernig við sjáum fyrir okkur að tækni sé notuð og svo líka þá svona leiðbeininga varðandi gagnaöryggi og annað sem skiptir svolítið miklu máli í þessu. Já, heldur betur. Hljómar svo flott starf. Þetta er mjög skemmtilegt og bara náttúrulega mjög krefjandi líka en samhliða þessu öllu líka þá hefur sko að því ég byrjaði nú að stússa þessari gervigreind þarna bara 22-23 og máltæknin þykir mér ótrúlega merkileg og íslenskan og þú ert nú framkvæmdastjóri Almannaróms. Mikið rétt. Búin að vera það núna í ár rúmt og er alltaf að læra eitthvað nýtt sem er skemmtilegt. Já, og bara áður nú kannski segir okkur aðeins meira frá starfsemi Almannaróms þá get ég sagt þessu fyrsta skipti sem ég viltist inn á heimasíðuna klarin.is. Hvernig gekk? Það var ein mesta nýyrða súpa sem ég hef nokkur tíman komist í, sko. En síðan þá hef ég nú grúskað ansi mikið í þessu og máltækni held ég sé bara, sko, held ég sé svona pínu falið hversu mikilvæg hún raunverulega fyrir okkur og fyrir íslenskuna. Já, og ég kannski, af því þú minnist á Klarin, þá Árnastofnun hefur haldið Klarin og Klarin er þessi sameiginlegi evrópski innviður, það er létt að segja eins og bókasafn fyrir svona rannsóknarinnviði og er í rauninni ætlað fyrir öll hugvísindi, félagsvísindi, fleira, en hefur verið langmest nýtt fyrir máltækni. En svo er Árnastofnun búin að taka svolítið til og gera síðuna aðgengilegri. Þannig að Íslenski málbankinn heitir það núna og er vel þess virði að skoða fyrir alla sem eru í einhverju svona einhverju máltækni þróunarverkefni. Það er orðið töluvert skýrara, skulum við segja, og aðgengilegra. En já, þetta er tvímælalaust með því mikilvægara sem við getum gert og Almannarómur er sem sagt miðstöðmáltækni. Við höfum starfað sem slík síðan árið 2014. Almannarómur verið til og ég tala oft sko svona forsagan. Fólk hefur verið að berjast í þessu. Ég segi við stundum á herðum risa síðan vel fyrir aldamót. Og þá kannski, ég held, ef við segjum 1985, þá á sér stað baráttan að fá íslenska stafinn á lyklaborðið. Og það er gaman að segja frá því að það var maður, ég var að tala okkur á ráðstefnu daginn og kemur maður og stoppa mig og hann segir, já, ég var nú einn af þessum sem var í þessari baráttu. Þetta er svona saga sem ég er alltaf að segja þegar ég er einhvers staðar að tala. Og hann segir, og það er nú kannski gaman líka að halda til haga, að við unnum þennan slag, við náðum að koma íslenskunni inn á lyklaborðin, íslensku stöfunum. En þar með var sigurinn ekki unnin af því að svo voru þeir á endalausum einhverjum svona heimsráðstefnum og þar voru stærri þjóðir, og það nefndi Tyrki sem dæmi eða fleiri sem voru að segja bíðið nú við, af hverju eru Íslendingar komnir með stafina sínin á lyklaborðið en ekki við?
og margfalt stærri þjóðir og tungumál sem voru ekki komin svona langt og það eru ennþá lönd út í heimi og tungumál sem eru á þessum stað í baráttunni að koma stöfunum sínum inn á lyklaborðin. Sýnir bara svolítið hvað þetta snjalla fólk var vel og undan sínum samtíma einhver leyti og ég held að megi segja bara Ísland og íslenskuna, sama hvar við komum. Í þessum málaflokki erum við búin að vinna heimavinnuna okkar, held ég sé óhætt að segja. Og það hefur kannski tekist af því að þetta bara einn af þessum málaflokkum sem allir eru sammála Það er svo magna. Það var gerð könnun frá menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytinu í tengslu við aðgerðaráætlun íslenskt mál og það var verið að skoða viðhorf til íslenskunnar og ég held að sé einhver 97% aðspurðra segja að þeim þykir vænt íslensku og hátt í sama 94% eitthvað að segja að það skiptir miklu máli að þau geta áfram talað íslensku eftir 10 ár eða eftir 15 ár. Og þegar maður er að vinna með svona málstað sem er svona mikið samstæðum, þá fáum við góð verkfæri í hendurnar sem við þurfum svo að nýta vel. En svo, já, ég get talað eins og heyrir innmála endalaust af því ég brenn svo fyrir þessu málefni. En þegar ég útskýri fyrir fólki einhvern veginn af hverju þetta skiptir máli, þá finnst mér gott að hugsa það eru 2 hliðar á peningnum. Eitt er að sækja fram fyrir tungumálið, að tungumál okkar halda áfram og þróast, að það verði ekki eftir á í nýjum heimi, að íslenskan lifi áfram. Íslenskan sem okkar sammenningartákn, íslenskan hugsunarháttur, það þetta nálgast það og svo ótrúlega og bara aðgengi líka menningarsögun okkar. En hitt svo að við getum notað tæknina. Ef tækni virkar ekki okkar móðmáli og á því máli sem við notum hjá stjórnvöldum, hjá fyrirtækjum, hjá háskólum, þá eru við Íslendingar, eða þeir sem tölum íslensku, sjálfkrafa 10 skrefum á eftir eða 100 skrefum á eftir öðrum þjóðum sem hafa aðgengi nýjustu tækni. Þannig þetta einhvern veginn hvoru tveggja, þetta svona hugsjóna en líka praktík. Já, það mjög vel orðað og ég nefnilega held að því, ég hef lagt, bara frá því ég byrjaði fikti í þessu, að nota íslenskuna og pröfa íslenskuna og ég segi stundum að við séum að einhverju leyti í skjóli íslenskunar vegna þess að hún er, þessi tækni eins og þessi risa mállíkön og þessi fjölhæfu módel sem orðið núna að því að þau eru ekki alveg jafn góð í íslensku og ensku að þá eru svona kannski áhrifin á okkur aðeins seinni að koma. Af því þeir eru orðin bara nánast miklu betri heldur en að skrifa text á ensku heldur en maður. En aftur á móti þá er þetta freistnivandamál þá að skipta yfir í ensku og ég finn sjálf á mig stundum skipta yfir í ensku til þess að ná hámarksnákvæmni út úr þessum vélum. En ég er alltaf meðvitaður að reyna að nota íslenskuna meira og meira og reyna að koma því á framfæri að íslenskan sé nýtt og sem líka að finna okkur kannski ný orð og hefur kannski verið svolítið frjálslegur í einhver svona nýyrðasköpun. En þetta er akkurat málið að við getum ekki verið í samskipti við stafræna heiminn á ensku og svo alltaf verið í raunveruleikanum á íslensku það er svolítið flókið. Þá töpum við málinu ansi hratt og festumst í millitíðinni í einhverju svona hvorki nýju ástandi. Þá erum við að beita tækninni á máli og við Íslendingar teljum okkur vera framúrskarandi í ensku en það breytir því komur ekki okkar málumál og það eru ákveðin hlutir sem tapast í þegar þú ert ekki með svona þessar grunnundirstöður einhvern veginn og þá endum við í svona millibilsástandi þar sem við erum að nota tungumál sem okkur er ekki fullkomlega tamt þó við teljum okkur vera agalega flink í því en erum svo alltaf að þýða það inn í starfsemina og ég finn bara, ég gift Ameríkana sem að reka fyrirtæki út í Bandaríkjunum og að fylgjast með því hvernig hann getur nýtt stórmálíkönun til að mynda í sínum störfum. Þau eru komin, það er bil, það er ekki spurning. Hann getur fleygt inn samningum til dæmis með ágætlega tæknilegu tungumáli og treyst í nokkurn veginn að það sé lesið vel. Ég myndi ekki gera það fyrir íslensku en það komið þess. Nei. Og það er akkurat málið, það er þetta, ef maður er að nota ég er með bara svona bara laust sem ég hef notað sjálfur sem er svona fínstilt vispirmódel sem að þjálfa á íslensku og akkurat það er mjög gott í almennum samræðum en svo akkurat þetta þarf að vera nákvæmt og svona þá því miður þá fellur það úr skaftinu
Já, reynda kannski ef ég má, eitt af svona verkefnum sem við erum í núna tengist því svo með svo einum hætti. Nú erum við að prófa almannarómur, eins og þú kannski veist, þá dagur íslenskrar tungu nýliðinn, 16. nóvember. Og við vorum með smá svona vitundarvakningar átak í aðdragandunum, bara vekja athygli á af hverju það skiptir máli að við vinnum að því að tækni virki á íslensku. Og svo núna í þessari viku settum við af stað heimildasöfnunar átak á meðal fyrirtækja og stofnana. Og hugmyndin að fá fyrirtæki og stofnanir á Íslandi til að leggja inn sinn orðaforða. Þannig að sé hægt að bæta honum inn í það sem heitir risamálheild Árnastofnunar, sem samanstofn af orðum og málfræðireglum sem nýtt til þess að þjálfa líkön og kenna. Og þetta spratt svolítið upp frá almannarómur stofnaðra hópi bæði fyrirtækja, hagsmunasamtaka og háskóla og rannsóknarstofnana. Og við síðasta vorum að eiga samtöl við fyrirtækin sem stóðu að stofna almannaróms og segja svona hvernig gengur ykkur, getið þið hagnýtt máltækni, hvernig gengur ykkur innlega íslensku í það sem þið eruð að gera. Og heyrðum bara nákvæmlega þetta sem orkugeirinn sagði, já, en hún talar ekkert okkar mál og tryggingageirinn sagði það sama og fjármálageirinn sagði það sama. Og þá hugsaðum við, hvað getum við gert til að reyna að hjálpa í því? Og þetta liður í því. Þannig við erum að segja fyrirtækjastofnanir, leggið inn í gáttin okkar óviðkvæm gögn. Sem til að mynda, ég nefni stjórnarformaðurinn okkar forstjóri Heima og Heimar að leggja inn fullt af óútfylltum samningsdrögum og þá erum við komið með grunn fyrir fasteignaheiminn og vonandi önnur fasteignafélög komið til líka og síðan munum við safna öllum þessum gögnum saman, afhenda þau Árnastofnun sem vinnur þau áfram, búta þau upp, þannig að þetta ekki eins og ég geti svo farið inn og skrifaði nafn á fyrirtæki og fengi öll þeirra skjöl. Þetta allt bútað inn í litla búta og merkt úr hvað geira komenda. Og ef að vel tekst til, og þáttakan lofar rosalega góðu, ég held að það vera 40 fyrirtæki sem voru búin að skrá sig til leiks áður en við formulega settum síðuna í loftið, þá getum við mögulega gert eitthvað í þessu og bætt úr og sagt við erum hérna með orðasafn fyrir þennan geira og hinn geiran og þá kannski hægt að fínþjálfa á nákvæmlega þeim orðaforða með skilvirkara hætti og skapa lausnir sem að tala okkar mál. Já, það bara frábært og akkurat eins og þú segir, sko, að þetta náttúrulega áskorunin sem maður heldur, eða svona telur að sé stærst í þessu einfaldlega bara það ekki til nægilega mikið magn af uppteknum íslenskum texta til þess að ná nægilega góðum þjálfum, af því að fólk held ég almennt áttar sig ekki á því hversu hryllilega mikið af gögnum þarf til. Já, nákvæmlega. Og bara punktur af þessu, sko, vegna þess að eins og ég hugsaði eitt með hagnýtingu á máltækni í skólanum og skólastofunni er að því það náttúrulega, eins og Háskólinn á Akureyri að stærstu hluta fjarnámsskóli. Þannig að það gefur auðvitað að flestir eða allir fyrirlestrar eru teknir upp. Þannig að það eru til sko þúsundir af klukkutímum af uppteknum erindum sem ekki verið að nota. Ég hef verið að hugsa og reyna einhvern veginn að finna út úr því sko að því að ég geri það sjálfur núna orðið að ef ég er með fyrirlestur þá tek ég hann upp og svo bara býi til samantektir og eins og við gerum með þetta hlaðvarp, ég vinn samantektir og blogg og eitthvað, bý til mynd og eitthvað skemmtilegt út úr okkar samtali. Já. Þannig að ég er raun og verið að hagnýta okkar samtal í þennan texta. Þannig ég get látið hlaðvarpið mitt inn, þegar ég fá það. Það væri frábært. Við bara kunnum vel og þetta fyrirtækjamál eitt, en svo annað sem er framundan hjá okkur að skoða einmitt betur talamál og í kjölfarið á töluðu máli sjónvarp að para saman andlit og tal og allt til að ná öllum þessum stóru skrefum þá þurfum við gögn sem við getum nota. Og þetta svona þegar maður tekur það svo í stóra samhengi að því að nú náttúrulega það hefur gengið af því að það allir svo samtaka í því að þetta skiptir máli þá hafa líka allir verið samtaka í að leggja málstanum lið og þegar maður ber umræðunar hér saman við umræðunar í erlendis af því það eðli málsins samkvæmt viðkvæmt mál að láta hvers konar gögn að hendi og tengja þau við gervigreind og það þarf að vanda sig og það hefur tekist vel til hér undir forystu Árnastofnunar að gera með það að vanda sig bæði því hvernig gögnin aflað og hvernig þau eru birt og undir hvaða leyfum vegna þess að við erum okkar heimur lítur bara svolítið öðruvísi út en til að mynda enskumælandi heimur. Við þurfum alltaf að vera að vega og meta fórnarkostnaðinn að leggja inn efni fyrir þetta markmið að hlutirnir virki fyrir okkar tungumál. Já, og ég má segja að
ég spáði nefnilega því 26 og ég veit ekki hvort þið búin að skoða eins og þarna svona hvað að gerast í þessum wearables heimi. Já, aðeins. Að ég held að einhvern veginn 26 og 27 þá munum við sko hvernig við eigum samskipti við þessa tækni og hvernig við notum hana, það muni breytast svolítið úr þessu lyklaborðs samtölum endalaust sko. Já, ég held það líka. Og við viljum fara að, og ég ger þetta bara sjálfur, mér finnst frábært ef ég er að keyra til dæmis þá setja ég stundu bara á upptöku í símanum og reyna að taka saman einhverju glósur til þess að vinna úr seinna. Og þetta mun líklegast verða bara miklu svona, hvað ég segja, einfaldara og kemur bara í uppfærslu með símanum hans og eitthvað og allt í einu verður þægindin að nota enskuna geta orðið óbúrslega freistandi, sko. Já, ég finn það bara á iPhone-inu mínum að þar get ég að ég á í samskiptum með manni minn bæði á ensku og íslensku og þá get ég sagt, tala við hana Siri, vinkonu okkar og beða hann að senda skilaboð fyrir mig og gert alls konar sem að kemur fantavel út á ensku en ekki svo vel á íslensku. En þar eru tækifæri. En hvað heldur þú veist, ef þú spáir, sko, hvað þarf að gerast til þess að við, að því að eins og Katrín Jakobsdóttir var nú Gísla Martin með áhyggjur af íslenskunni. Af því ég held að ég sé alveg tilefni til að, sko, er ekki hræddur, en ég held að ég sé alveg tilefni til að hafa áhyggjur af tungumálunum okkar. Já, ég held, við þurfum alltaf, þetta eilífðarverkefni. Af því að við erum lítið tungumál í stórum heimi sem sífellt samþættari, þá getum við aldrei gengið að því vísu að íslenskan haldi áfram að lifa dafna. Það sem gerir mig bjartsýna að síðustu, ég veit ekki, 40 árin, þá trekk í trekk hægt að finna svona samræði sem fer vaxandi að íslenskan standi höllum fæti og einhvern veginn tekst okkur samt að taka okkur saman og íslenskan má breytast og má þróast en svona, það þarf að vera innan einhverju marka og svo að vera nothæft. Þannig ég svona einhvern veginn almennt bjartsýn þegar kemur að því að tryggja íslenskunni stað í framtíð en segi jafnframt að það þarf heilmikla vinnu til að svo megi verða. Já. Heldur það þurfa að vera meiri sko, fræðsla og menntun og kynning á í raun og notkun íslenskra máltækni innan menntastofnana og í skólum? Ég held að það væri 100% styrkur og hægt að tengja líka við bara almenna fræðslu notkun á gervigreind og það finnst einhvern veginn hérna á Íslandi þá við höfum rosalega sterkt máltækni í samfélag og síðan og það svona svolítið nördasport fyrir svolítið sko, segjum kannski 5 árum síðan og fólk eitthvað svona málmtækni, hvað ertu að tala og síðan komur þessi stóru mállíkun og allt í einu vita allir allt í einu svona, það hægt að útskýra hvað við erum að gera á miklu auðveldari og aðgengilegri máta. En svo erum við eitt af stóru verkefnum okkar hjá Almannarómi núna að ýta þessum upplýsingum, öllu sem þó hægt að gera út í felti út til fyrirtækjanna, stofnana, skólana, almennings og reyna að hvetja til þessu hlutinu séu notaðis. Og það svona alls konar verkefni og hugmyndir sem koma upp því tengdar. En já, engin spurning að það mikilvægt. Já, þegar nú ég til dæmis að ég tek þetta hlaðvarp upp á Teams og það ég með Copilot og það að umrita þetta í beinni og ég prófaði það í fyrsta skipti í gær að nota þetta vegna þess að ég hef verið svona að þó að ég sé verkefnastjóri gervigrinda þá ég samt líka íhaldssamur sko. Ok, það má. Mér finnst, já, að ég hef tekið upp og umritað sjálfur en nú ég að prófa Copilot og hann að verða bara ansi góður og það er bara svolítið merkilegt sko með okkur Íslendingarna við virðumst eiga allstaðar sko allt í einu komið samstæður OpenAI og svo erum við fólkinni hjá Microsoft og Google og eitthvað, það er Íslendingar einhvern veginn út allt sko, sem svolítið klikkað sko. Það magna og þetta hefur verið einmitt, sko, annar armurinn af því sem að Almannarómi gerir að byggja upp þessa tæknilegu innviði sem eru svo gefnir út undir opnum leyfum og eiga auðvelda öllum að hagnýta íslensku í tækni. Hinn armurinn bara að vera lobbyistar íslenskunar og það er nákvæmlega þetta. Almannarómi skipuleggur þessa ferð sem að forseti og ráðherra leiddu til á Vesturströnd Bandaríkjanna fyrir, hvað er langt síðan? 3 árum. Og þegar fundur með OpenAI einmitt átti sér stað sem leiddi svo til þessa samstarfs. Það sem að íslenska var annað tungumál í heiminum sem að ChatGPT þjálfað á, sem einhvern veginn bara alveg jafn galið hvert skipti sem maður segir frá því. Og svo miklu lengra aftur, ég held að við höfum verið 13. inn í Google Translate, þýðingavél Google,
sem er aftur svona einhvern veginn alveg ótrúlegt og talar aftur inn í svona það hefur verið markvisst unnið að þessu, unnið að því að tryggja að íslenskan eigi sér stað og við erum stöðugt, Microsoft annað gott dæmi, þrýstum mjög á og það var erindi síðustu vesturstrandarferðar sem við fórum með ráðherra fyrir 1,5 ári, var að þrýsta á að Copilot yrði gerður aðgengilegur á íslensku og tókst að fá hann dreginn fram fyrir í röðinni eða fá okkur dreginn fram fyrir í röðinni. Við vorum samt langt eftir hinn Norðurlöndunum sem pirrandi en fengum hann þó og hann var agalega lélegur til að byrja með. Ég veit ekki hvort þú fannst fyrir því sjálfur. En svo er þessu opnum fyrir samtalinu. Við höfum tekið saman í samstarfi við til að mynda ráðgjafarfyrirtæki sem hafa deilt með okkur því sem þau eru að heyra frá þeim sem eru að nota Copilot. Þá tökum við það saman og sendum okkar tengilið hjá Microsoft og þau eru alveg ótrúlega flottir í að svara og vinna í því. Segja bara já, býttu nú við, þetta er ekki að virka, við ætlum að gera eitthvað í því. Sem er alveg magna. Það er alveg magnað og eins og einhvern veginn, hvað segja, nú finnst mér alltaf hraðinn vera aukast og samkeppnin vera aukast og nú erum við að sjá alls konar markaði bara vera svolítið að það er svona titringur á mörkuðum og ég er búin að vera að leika mér með nýja Gemini 3. Já. Hann og Google virðast nú bara vera svona svolítið að stinga af í þessu og Já, langbest í íslensku. Bara sko og mann finnst einhvern veginn svo OpenAI og sérstaklega vegna þess að ég hef verið mér finnst mjög þægilegt að nota Perplexity í sund. Það er bara einhvern veginn svona pínu go-to verkfæri mitt í sumu en svo bara allt í einu þá bara hrundi íslenskan hjá Perplexity. Já. Þarna eru alls konar kenningar og við sáum það sama hjá við höfum séð það sama, það er haldið út í mælaprófum hvernig íslenskan stendur í þessum helstu lausnum sem við getum svo nota aftur til að eiga samtali við fyrirtækin. Og það er sjáanlega afturför einhverju marki og einhverjar kenningar hvers vegna en líkast til bara, einar held ég að líkonur að stækka og bara íslenskan verður hlutfallslega minni partur eftir því sem maður framleiða stundir og önnur bara að það er ólík forgangsröðun í hverri umferð í þjálfun og á einhverjum tímapunkti tekst okkur að halda litlu tungumálunum hátt á lofti og öðrum tímapunkti ekki og þá einhvern veginn föllum við í forgangsröðun af því sem við verðum að reyna að gera. Og þetta kemur inn á annað samtal sem við eigum mikið núna sem er hversu og ávið allar máltæknilausnir, ekki bara mállíkun. Þetta jafnvægi á því að þrýsta á tæknifyrirtækin til að tryggja íslenska virki og svo að byggja sjálf. Hvað þurfum við að gera sjálf á Íslandi til þess að bæði efla færni og kannski tala þá beint inn í háskólasamfélagi og líka viðhalda einhverju svona grunnstíi og hvernig og hvenær eigum við að treysta á að fyrirtækin erlendis munu svara þörfinni einhvern veginn. Og dæmi til að mynda verkefni sem við erum að fjármagna núna snýra þróun íslenskara barnaratta, talgerðra, þannig að breyta texta í tal og þá erum við að hugsa börn sem að geta ekki talað einhverju hluta vegna og nota tjáskiptatæki. Getur verið tengt sjúkdómum, einhverfu, alls konar og þetta er ekkert risastór hópur barna en hópur barna. Og staðan er þannig núna að þessi börn þurfa að nota fullorðinsraddir. Þannig að þú kannski með 8 ára barn sem nota tjáskiptatölvu og talar með rödd 50 karlmanns sem einhvern veginn er svo óafsættanlegt bara og gerist ekki stærri tungumál. En þarna er svona þetta klassiska dæmi markaðurinn svarar ekki þessu verkefni. Við fáum ekki þessar raddir að utan og þá er íslenska máltæknisamfélagið að fjármagna og byggja raddirnar svo að það verði til barnaraddir fyrir þennan litla hóp. En þarna er þetta lítill hópur, þetta gjörbreytir lífum þeirra. En við getum ekki reykt okkur á að Google muni einhvern tíma sem vonandi gerist samt einhvern tíma, en við ætlum ekki að bíða eftir. Koma með raddir sem virka. En svo í öðrum tilvikum, við höfum hvorki gagnamagn, þjálfunar, reikniafl, ég veit ekki færnina kannski, til að þjálfa stórmálíkan frá grunni. En mögulega einhverja leiðir einhverju svona sjálfstæði í því, þar sem við getum bæði verið að vinna í okkar eigin en líka að sækja út. Já, þetta er mjög áhugavert á kjörnenda vegna þess að ég þegar ég var að skrifa hjá Akureyri.net í fyrra og held því ennþá áfram að hvort sem við tökum það bara DeepSeek módel eða eitthvað þessum stóru open source módelum sem hægt er bara að fínstilla og náttúrulega bara eins og hefur verið gert ansi víða. Akkurat út af þessu að mér finnst ef maður ætlar að nota eitthvað í vinnu eða í námi eða eitthvað þá er mjög óþægilegt að vera hafa áhyggjur því að það komi bara uppfærsla og allt er breytt það sé ekki stöðugleiki
og ég held einhvern veginn að ég svona líka mikið búin að leika mér með lítil módel og minni módel að sko það verði einhvern veginn að fara að gera prófanir og tilraunir allavega með íslensk þjálfuð módel sem við höfum stjórn á. Já, við vorum með gesti frá franska Mistral á Íslandi í vikunni. Héldum skemmtilega viðburði í Gróskuðar sem Almannavarnir með skrifstofu og hér voru þeir gagngert til að kynna svona hugmyndum hvernig smærri málsvæði eða smærri lönd geta þróað sína eigin gervigreind á þeirra grunni, þannig að þeir vinna opin líkön en svo eru þeir í raun að selja vöru sem felst í því að við getum tekið þátt í forþjálfuninni, komið inn fyrr, svo fínþjálfuninni og áttur módelið og rekið á Íslandi. En svo eru náttúrulega aftur milljónspurningar sem kom inn. Mistral eru ekki fremst í flokki, hvað var þar færni eða nokkuð annað akkurat núna, en þeir eru engu síður eina evrópska fyrirtæki sem á eitthvað séns og eina sem er að bjóða upp á þessa vöru. Þannig að þetta er í virkri skoðun en alveg 100% eitthvað sem við höfum að skoða. Háskólarnir hafa líka, ég manni ekki nákvæmlega hvort að ykkar fólk fyrir norðan og aðkoma að því líka, það verkefni sem heitir Trust LLM sem er bæði háskólar og einkafyrirtæki á Íslandi og svo í fleiri Evrópulöndum að þróa mállíkan frá grunni. En það er kannski svona meira vísindaverkefni heldur en praktískt verkefni akkurat núna, en kannski kemur út af því einhver færni sem er hægt að byggja. Já, akkurat. Maður svona, þessi svona fínþjálfun og fine-tuning á open source módelum held ég að sé, eða opnum módelum sé mjög spennandi fyrir okkur að því ég held einhvern veginn að við munum að vera seint innviðir bara með að við sko stærðin á þessum gagnaverum sem við verðum að byggja. Þetta er svona eins og fleiri tugir fótboltavallar sem við þarf að byggja til að þjálfa þessi stóru líkön sem að risarnir er að byggja á núna. Eins og Google, ég man ekki hvað þetta er svo óhugnalega stórt sko. Bæði í orðunum, tókunum sem þarf til að gera og við erum fjarri því og nákvæmlega og svo reiknafli. Það bara. Já, það er bara málið að sko, það er svolítið skrítið að hugsa til þess að það er ekki til nógu mikil íslenska til að fullkomna þetta. Ekki til að gera það frá grunni allavega. En svo ættum við að geta náð ansi góðum árangri. Við eigum þó, og þarna erum við áttum í samtali við Microsoft, vorum að sækja með þeir eru bjóða styrki til að reyna að styðja við smærri menningar og málsamfélög og við vorum eitthvað að reyna að móta verkefni inn í það og þau sýna okkur og þau eru ákveður og vilja endilega við sækjum að því að Ísland hefur verið svo leiðandi í máltækni fyrir lítil tungumál og svo sýna þau okkur mynd þar sem þau eru að para saman stærð þjóða og hversu mikið af þjálfunargögnum eru tiltæk og þar eru við langhæst á skalanum. Við fyrir okkar stærð eigum alveg ótrúlegt magn af því við höfum vunnið svo markvisst að því sem fæstar svona litla þjóðar hafa gerst. Það breytir því ekki að það er brota því sem að stóru tungumálum svo hafa. En svo veit maður ekki hvað framtíðin, svo fleygir þessari tækni náttúrulega fram og hún gjörbreytist eins og þú minnist á mikið verið að tala smærri módel núna. Þannig svo líka spurning ef við höldum áfram að vera á tánum, hversu langt við getum komist með það sem við höfum. Já, og hvað segja? Mér dreymir svo að geta haft svona lítið módel á minni tölvu sem væri gott í íslensku, en svo líka var ég að hugsa sko, við vorum átti spjall við einn sem vinnur hjá Microsoft og þekki ágætlega, að einhvern veginn maður til að sakna sko þessar hallucinations eða þessum uppspuna og ég fór alltaf inn að því að sko GPT 3.5 maður getur farið inn á það í gegnum þannig Open Router. Já. Og ég var að leika mér og tala við það aftur að því maður ekki sko átti í samskipti við það módel svo lengi og þá var að tala við á íslensku og ég hugsaði bara þetta er bara stórkvæmlega, ég geti bara framleitt íslenska, bara nýyrða súpu í íslensku bara með því að láta þetta fyrirbæri búa til ný orð sem er ekki til. Já, algjörlega. Þetta er virkilega verðugt verkefni með íslenskuna og svona eins og þetta er svolítið svona þetta tension líka sko nú voru Anthropic og Google að gera samning við grunnskólakennara. Já. Og þá kemur rithöfundasambandið og segir þeir allir að díla við Anthropic sko þeir stálu öllum bókunum okkar. Einmitt.
þetta er ekki endilega sko, að því það oft talað sko, það þarf að vera svo mikið siðferði og gæta að ábyrgri notkun og eitthvað svona, en þetta er ekkit fyrirtæki endilega sem það er neitt mjög ofarlega á forgangslistanum. Hefur ekki verið, og þó Anthropic, það sem hefur reynt að svona halda mest í það, allavega halda því fram að þau séu gera hlutina svona eins vel og hægt er. Auðvitað skilja vel gagnrýni sem kemur eins og frá Rithöfundasambandinu, og höfundaréttur er bara eitthvað sem má ekki gefa upp eða leyfa að traðka á. En svo kemur einhvern veginn hin hliðin sem er þessu tólur til, það er verið að innleiða þau. Hvernig ætlum við að sækja okkur það besta? Hvar er svona slagurinn sem við eigum séns á að vinna? Hvernig eigum við að nálgast það einhvern veginn? Og ég er ekki viss að þarna sé rétti staðurinn í stundin til þess að taka slaginn. Nei, og ég er sammála, þú veist, maður svona pick your battle, sko, og velja sér að það, þú veist, þá maður einmitt, þú veist, óttist af hver áhrifin verði á höfundarétt, og ég held einhvern veginn líka bara að hugmyndir okkar höfundarétt og gagnaöryggi og eins og ég segi við fólk, sko, bara verður að gera grein fyrir því að ef þetta sést einhvers staðar opinberlega á skjá og núna, þú veist, eins og við vorum að tala um með wearables og annað, að sko, það verður fljótlega orðið þannig einhvern veginn að bara allt sem þú segir opinberlega og birtist á skjá, það mun enda í þjálfunargögnum hjá módeli, ekki að því að einhver sko er að reyna að snuða þig eitthvað svona, það er bara vegna þess að það verður allt einhvern veginn orðið svo tengt. Já, nákvæmlega. Og þá líka taka samtalið með þann raunveruleika sem við lifum í. Hvernig getum við horft á tæknina til þess að byggja þann raunveruleika sem við viljum sjá, vitandi að við getum ekki breytt fortíðinni. Hvernig getum við verið uppbyggilega og verið skrefin á undan í að reyna að leiðrétta þá einhverju marki þar sem rangt var gert, sem er verið að gera hvað var höfundaréttarmálin í þjálfun og stórlíkonunum með dómsmálum. Það verður aldrei sanngjarnt og þetta er aldrei siðlega gott eða rétt sem var gert, en við getum heldur ekki breytt fortíðinni og það eru ákveðnir hlutir, ákveðin tækni sem er núna komin til að vera og við erum ekkert valdalaus í því svo hvernig við innleiðum hana og hvernig við notum hana. Og við eigum ekki telja okkur trúum að við séum valdalaus í því heldur af því að við erum fá eða lítil eða einhvers staðar í Norður-Atlantshafinu. Einhvern veginn. Við erum til að mynda farin inn í verkefni sem heitir New Nordics AI, erum að stofna samnorræna gervigreindamiðstöð sem er styrkt af Norrænu ráðherranefndinni. Og það er áherslan öll á þetta, hvernig getum við tekið svona norræn gildi og tryggt að þau séu innbyggð inn í gervigreindar tól og tæki og jafnframt styrkt okkar svæði hraðað ábyrgri innleiðingu og þróun gervigreindar sem að styrkir undirstöður okkar svæðis, Norðurlandana allra. Og svo ekki síður, ef að við, og þarna höfum við kannski Íslendingar einna mest að sækja, við getum saman verið sterkari rödd inn í Evrópu hvernig við viljum sjá löggjöf mótast sem gervigreind til að mynda. Og þarna held ég við höfum svolítið styrk að sækja í vin okkar á Norðurlöndunum. Þannig er bara svona eitt dæmi hvernig einhvern veginn, ég vil frekar hugsa hvernig get ég beitt mér fram á við einhvern veginn. Já, það er mjög gott að heyra að það sé þín nálgun í þessu sæti sem þú ert í vegna þess að það er mjög auðvelt að festast í svona reactive stemmingunni að vera sífellt að reyna að benda á það sem hefur misfarist en nauðsynin núna er bara einhvern veginn að reyna að synda og ég í rannsókninu minni sem að byggja upp meistararitgerðina mína sem ég er að vonandi bara ná að skila á þessum dögum, ég bara er að bíða eftir að fá síðustu yfirlesturinn að þá tala ég sko að því að þú myndist á sko við erum í þessu millibilsástandi sko þá tala ég millibilsástandi sem að þetta er ítalskur heimspekingur Antonio Gramsci og skrifaði þetta í Prison Notebooks eða hann skrifaði dagbók í fangelsi og þá var hann að tala að þegar hið gamla er dáið og hið nýja getur ekki fæðist þá myndast svona millibilsástand sem að er svona gróðra pittur fyrir svona skaðleg og skrýmsla myndun sko og hann er að minnast á upp í fasismann og nasismann og annað að íslenskan er stödd í þessu millibili líka þannig að við berum svolítið svona ég horfi svolítið á það bara einhvern veginn
við berum kynslóða ábyrgð á því að skila íslenskunni til næstu kynslóðar þannig að þau geti haldið áfram að reyna að bjarga henni, sko. Við þurfum kannski ekki endilega að þurfa að bjarga henni, en við þurfum mann þegar fór og hitti pappa, sem einmitt næsti gestur í hlaðvarpinu. Í desember, hann er 78 ára og hann er líklegast sko svo sem hefur minnst tengsl við tækni bara öllu sem ég þekki. Og ég fór til hans í desember og var bara í desember í fyrra. Og ég var bara einhver svona pínu heimsenda hugarangri, sko. Og þá sagði hann bara sko, við vorum með kjarnorkuvána og kalda stríðið og allt í klessu eitthvað svona, einhvern veginn tókst okkur samt að komast í gegn, sko. Reyniði bara að skilja þessu af ykkur þannig að næsta kynslóð geti tekist á við sínar áskoranir. Ok, þannig að ég er svona að reyna að horfa pínu á það þannig. Já. Mér fannst það mjög góð jarðtenging og 100%. Og hefur hjálpað mér mikið að við þurfum kannski ekki að ná að bjarga öllu eða finna lausnir á öllu, heldur að reyna að hafa þetta í nógu góðu lagi þannig að næstu geti notið íslenskunar og þá haldið áfram að byggja við hann og þróa hann áfram vegna þess að bara eins og samfélagsmyndin og þessi svona þetta fjölmenningarsamfélag sem Ísland er að verða mun bara halda áfram að búa til áskoranir fyrir íslenskuna. Engin spurning og það í okkar höndum að vinna þannig úr því að það verði tækifæri en ekki áskorun. Ég hugsa einhvern veginn oft og ég hafandi verið töluvert í Bandaríkjunum og ég fór í nám og satt fyrstu kennslustundirnar þar sem að voru Bandaríkjamenn en þó af erlendum uppruna, kannski annar kynslóðar innflytjendur eða fyrstu kynslóðar í einhverjum tilvikum sem voru að kenna á ensku en með sínum þekkta hreim til að mynda indversku kennari sem að talaði með indverskum enskum hreim og það tók mig tíma, örugglega fyrsta mánuðinn að læra inn á hreiminn en hann talaði framúrskarandi ensku. Enskan, orðaforðin, málfræðin, þetta var allt fullkomið, það bara ákveðin framburður sem fylgdi bakgrunnum og leiði ég búin að læra hann, þá kunni hann og skildi hann og hætti að taka eftir þessu og í dag þá ger ég enga greinamun og skiptir engu hvaða hreimur eftir einhver tíma. Við þekkjum þetta ekki í íslenskunni, við erum ekki vön því að þurfa að skilja íslensku með öðrum hreim en þeirra sem hafa talað hann alla ævi. Og þetta svona lítil dæmi líka hvernig við getum tekið utan þá sem að læra íslensku. Og gert með upplögum hætt og leyft að íslenskan þarf ekki alltaf að hljóma nákvæmlega eins. Það bara það sem skiptir máli hún sé töluð og notið og fái einhvern veginn að eiga sinn veg áfram í samfélaginu. Það er mjög svona falleg og flott sýn á þetta. Eitt svona kannski við förum að fara að draga þetta saman að eitt sem að ég hef verið vandræðast með og reyna, mér finnst einhvern veginn ekki fólk vera alveg svona móttækilegt fyrir það að því ég hef klónað sjálfur í mér röddina og við vorum með innslag í Kastljósinu daginn þar sem við klónuðum Óðinsson og þú varst að tala að þjálfa á munnhreyfingar og í raun og veru þá fullkomna einhvers konar svona stafrænan avatar af einstaklingum og svo ertu þá með röddina líka og þá erum við náttúrulega komin með einhvers konar svona stafrænar eftirprentanir af manneskjum og svo erum við komin með þessi, ég var að skoða hjá Stanford eru komin með svona rannsóknir sem eru að þjálfa á persónuleika fólks. Og það er svona Black Mirror nákvæmni sem eru að ná fram í því að sko bæði það að þegar það er búið að klóna röddina í þér og segja eins og svo deyr maður að þá maður einhvern veginn öðlast einhvers konar stafrænt eilíft líf sko. Það er alltaf einhvern veginn hægt bara að búta manni upp í einhverju stafrænum veruleika. Er þetta eitthvað sem hefur komið eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur? Já, ég meina í svona málum sem eru og við skulum aldrei reyna að halda því fram að þessu einföld. Þetta eru bara held ég með stærri siðferðislegu áskorunum sem við munum fást við í okkar samtíma. Ég hugsa einhvern veginn alltaf þá sem mest þurfa á tækninni að halda í þessu samhengi. Við höfum til að mynda stundum með verkefni sem snýr að einmitt raddklónun og raddbönkum og miðað þá sérstaklega að fólki sem eru að missa röddina vegna sjúkdóma. Og þá, ef þú veist að það er að fara að gerast, þá hefur þú tækifæri til að taka upp röddina þína og byggja rödd, þannig að þegar þú missir röddina getur þú tala áfram með þinni eigin rödd.
Og þetta var eitthvað sem var löngu komið erlendis og núna komið á Íslandi frá síðasta ári. Og þarna stíð svona aftur breytir lífi fólks. Þarna þessi tækni að koma og hún að hafa einhver grundvallar áhrif á andlega heilsu einhvers sem að takast á við mjög erfiðan sjúkdóm. Og það einhvern veginn, margt af þessu hefur svo ótrúlega tækifæri. Og svo það okkar að byggja varnargarðana, þannig okkur líður vel með öll önnur notagildi, einhvern veginn. Annað dæmi sem maður sem heitir Snævar sem frábær og framkvæmdastjóri félags lesblindra sem stjórn Almarhóms og hann tekur alltaf dæmi lyftuna. Að lyftan var byggð til þess að koma þeim sem komast ekki sjálfur upp stigana á milli hæða og svo notum við hana öll. Lyftan hefur ekki sömu siðferðislegu áskorunir og dæmin sem að þú nefnir, en það kannski undir okkur komið að búa þannig að raddklónun, raddir, hvað sem það ef að við leyfum það á annað borð og við höfum alltaf það alltaf bremsa sem hægt að stíga á, en ég ekki mjög höll undir þá nálgun að við búum þó þá vel það, þannig að þetta verði tækni sem nýtist okkur á jákvæðan hátt en ekki neikvæðan. Já, og þá kannski erum við múin að komast að þeirri niðurstöðu líka hér eins og í minni ritgerð að íslensk máltækni eins og svona það sem ég kalla svona stjórnsýslu gervigrindar eða AI governance, að þetta eru svona wicked problem. Þetta eru það skilgreiningin á sem ég stundum verið að nota, þetta svona gamlar frá 8. áratugnum eftir Rittel og Weber. Sem að þú ert með eðli vandamála, eðli áskorunar sem einhver svona endi á, þú getur bara reynt að leysa, þú ert að byggja veg frá Akureyri til Reykjavíkur. Það stór áskorun en þú veist hvenær það búið. Og þú veist hvað þarf til að búa til veg, þetta allt, þú getur mælt þetta og sett einhverja líkimælikvarða og gert alls konar. En eðli þessara tækni umbyltingar núna yfir heild sína bara þannig að það ekki í fyrsta lagi við vitum ekki hver endin það ekkert stopp og við vitum heldur ekki áhrifin af því sem við erum að reyna að gera hvort að það sé, við reynum að gera þannig að fara í betri átt. Já. En við einhvern veginn það sem maður fyrst skrítið við þessa vinnu sem kannski tengist bæði þinni vinnu og minni vinnu að vera meðvitaður það að þessu mun líklegast aldrei ljúka Nei, nákvæmlega þessu mun aldrei ljúka og þá líka einhvern veginn og hvað getur maður gert í núinu og svo alls konar hlutir sem kom í ljós núna til að mynda við sjáum og vitum hvaða áhrif samfélagsmiðlar ákveðin tækni hafa á börn og ungt fólk. Þar eitthvað svona, hér eru mistök sem voru gerð í fortíð og það hægt að leiðrétta þau allavega einhverju marki og tæklum þá þau vandamál af krafti og þess að festa okkur of mikið í svona dómstags áhyggjum, einhvern veginn að hvernig við nálgumst vandamál og grípa þá þau sem við vitum að við getum gripið og svo eins og þú segir, við vitum ekki það sem við vitum ekki, þurfum bara að gera okkur besta inn í þeim ramma. Já, og að því ég nú 2 dætur, 5 og 11 ára og mér finnst eins og þessi 11 ára og hópurinn kringum hana, íþróttunum og svona, mér finnst þau vera bara miklu meira meðvituð skjátíma og samfélagsmiðla og eitthvað þannig ég hef ekkert miklar áhyggjur af því að næstu kynslóðin mun ekki fatta bara hvað í fjandanum var þetta fólk að gera alltaf í símanum Ég er bjartsýnn fyrir komandi kynslóðir en finn líka fyrir svona ábyrgðar að við klúðrum þessu ekki það mikið að þau þurfa að vinna upp einhverja skuldahala eftir okkur Já, ég held að það sé mikið rétt og við pössum okkur líka að deila þeirri vitneskju þvert á allt samfélagið svona grunntækni kunnáttinu finnum leiðir til þess að miðla henni til fólks samkvæmlega stendur í samfélagsstegunum einhvern veginn svo að það geti líka nálgast á uppeldi barnanna sinna og samfélagi kringum sig með þá vitneskju í farteskinu. Já, það einmitt, ég held að þessi frábært og bara takk kærlega fyrir að taka þessum stundi að spjalla við mig og það mjög ánægilegt nefnilega að heyra frá fólki sem maður tekur til fjölmiðlum og svona eiga svona pínu bara svona manneskjulegt samtal við það vegna þess að ég held að fólk sé ennþá pínu í svona ósýnilegri tæknilegri stéttaskiptingu að þetta, nei ég þarf ekki að hafa skoðun á þessu að kynna mér þetta því að ég er ekki tæknimaður en þetta bara miklu stærra og að mínum að þetta bara þeim fleiri sem að fara að velta þess aðeins fyrir sér og spá í þessum hlutum að þeim
betur gengur þetta og einmitt frábært að fá fyrirtækin í lið með til að safna gögnum. Algjörlega. Og ég skoða hvaða tækifæri til staðar, hvort ég geti lagt lið í því. Endilega. Ég bara hagfræðingur, svo fekk ég bara áhuga á tækni og hef pælt í henni, svo það þarf ekki að vera tölvunarfræðingur til þess að hafa skoðun þegar það kemur að gervigreindinni. Ég held að það sé bara nákvæmlega rétt eins og þú segir. Já, frábært. Herru Lilja, takk kærlega fyrir. Takk að þér.